Raforkuframleiðsla og flutningur hennar vissulega stór og mikilvægur þáttur í því að kísilverksmiðja á Bakka geti orðið að veruleika. Við heyrðum hljóðið í forstjóra Landsvirkjunar en þeir sjá raforkuframleiðslu á Þeistareykjum og forstjóra Landsnets sem sjá að flytja raforkuna þaðan og að Bakka. Já, þetta sem við erum að nota hérna jarðhita til þess að framleiða rafmagn og við erum fyrsti áfanginn í 45 megawatt og annar áfangi sem fylgja strax í kjölfarið önnur 45 megawatt. Þetta varfærin uppbygging, svæðið talað að muni þola mun meira að minnst að kosti 200 megawatt en við viljum bíða og sjá. En síðan höfum við líka mikinn áhuga á því að velta fyrir okkur að nýta aðra strauma, varmann og efnastrauma sem við höfum séð til dæmis í auðlindagarðinum og Suðurnesjum og vinna það í samvinnu við heimamenn. Og það eitthvað sem getur hagnast heimamönnum beint? Já, við þurfum náttúrulega að vera útsjónarsöm með það og við sjáum niður við Mývatn, jarðböðin þar en það líka ýmsir aðrir möguleikar með bæði efnainnihaldið vökvans og gasana sem eru raunverulega mikil verðmæti sem við ætlum að reyna að vinna áfram mjög oft í samvinnu við heimamenn. Umhverfishliðin, þetta umhverfisvænna en annað sambærilegt? Já, við leggjum rosalega mikla áherslu á umhverfið, bæði að valda sem allra minnstu raski og það sést mjög á framkvæmdunum, bæði framkvæmdunum og eftir. Meðal annars bara að raska sem minnst á yfirborðinu og allt þar sem tökum jarðveg þá nýtum við hann til þess að græða upp. En vissulega hafa þessar framkvæmdir áhrif en við teljum að það sé hægt að halda þeim í lágmarki. Og svo það verðið? Það ánægjulegt að við erum að sjá í þessu verkefni eftirspurn og hærri verðum við séð áður sem jákvætt og sem mun leiða til þess að fyrirtæki mun bæta arðgreiðslugetu sína og til hagsbóta fyrir alla eigendur fyrirtækis í íslensku þjóðina. Ertu til að byrja á að útskýra aðeins fyrir okkur hver staðan á raforkuflutningum fyrir þetta tiltekna verkefni og hvernig því verður háttað? Fyrir þetta tiltekna verkefni þá erum við að klára undirbúninginn. Við erum búin að fara í gegnum allt matsferlið, komum öll leyfi, hönnunarvinnan í gangi og við gerum í raun ráð fyrir því að hefja framkvæmdir núna í vor og vera tilbúin þegar verksmiðjan fyrir rekstur árið 2017. Og samstaða þetta? Það mjög mikil samstaða þetta hérna á þessum landshluta og almenn sátt held ég þetta verkefni og það skiptir náttúrulega miklu máli að geta unnið svona með sveitarfélaginu og farið þá í hönnunarfasa og samstarf að finna sem bestar lausnir. Og hefur raforkuframleiðsla þá verið tryggð? Raforkuframleiðslan tryggð hérna eins og landsmenn þekkja þá byggðalínuhringurinn fullestaður en hér verið að virkja á móti þeirri notkun sem verður hérna á Húsavík og það ástæðan fyrir því að okkur tekst að byggja hérna upp á Bakka. En raforkuframleiðslan á Þeistareykjum, mun hún koma til með að nýtast fleirum, ekki altså bara þessu tiltekna verkefni? Í raun og veru að maður horfir svona til lengri framtíðar með Þeistareyki og Landsvirkjun hefur nú kynnt það að þeir hyggjast stækka Þeistareyki umfram þessi 45 megawatt sem þeir eru að framkvæma akkúrat núna að þá mun það fara inn á kerfið og væntanlega standa til boða þeir sem vilja kaupa orkuna. Að lokum samvinnan við PCC, hvernig hefur hún gengið og hverjar finnst þér svona þeirra áherslur vera? Samvinnan við PCC hefur gengið afskaplega vel. Þetta náttúrulega búið að vera mjög langur ferill sem hefur gengið í gegnum og erfiður og svona mörg úrlausnarefni sem við þurfum að fást við. Fljótlega í verkefninu þá komumst við að því að PCC var bara svona alvöru fyrirtæki með mjög faglega einstaklinga og það svona jók á svona traust milli aðila og saman þá höfum við ásamt fleiri fyrirtækjum og sveitarfélagi og stjórnvöldum komist á þennan áfanga sem eru núna, það að segja að við erum að hefja uppbygginguna hérna í héraðinu. Að lokum skulum við heyra í sveitarstjóra Norðurþings en við ræddum einnig við nokkra íbúa á svæðinu. Hvernig finnst þér andinn vera í þínu fólki Húsvíkingum nú þegar við erum komin hingað? Mér finnst það almennt sér bara virkilega góður og eftirvænting og tillökkun til að takast á þetta verkefni. Við vitum vel og gerum okkur grein fyrir því að það verða alls konar hindranir á veginum næstu árin til þess að koma þessu öllu heim og saman. En ég sannfærður það að við munum snúa bökum saman hérna á þessu svæði til þess að vel takist til. Nú sveitarfélagið sjálft að skuldsetja sig það á að veita afslátt af sköttum og gjöldum, til dæmis hafnargjöldum og styrkja lóðaframkvæmdir. Hvaða ávinningur kemur þarna á móti? Það þetta bara fjölgun starfa sem kemur hérna inn í sveitarfélagið sem skiptir sveitarsjóðu þetta gríðarlega miklu máli. Það stærstur hluti tekna sveitarfélagina, það gegnum útsvarið og það búa til nýja atvinnutækifæri, ekki bara þarna á Bakka heldur í tengslum við allt þetta. Það skiptir sveitarfélagið og reksturinn þetta gríðarlegu máli.
Störfin sem hér skapast á meðan á framkvæmdatímanum stendur, getur verið að þau séu karllæg og hvaða áhrif tilur að það hafi þá á til dæmis íbúasamsetningu? Já, fyrst sinn þá held ég að það svona gefið því miður augaleið að mörg þessara starfa sem eru karllæg. En til framtíðar litið þá eru öll tækifæri til þess að búa þannig hnútana að fjölskyldur geti komið hér og fundið góð störf fyrir báða foreldra sem að koma hingað með börn. Ég held að það verði, það markmið, eigum við hérna fyrir sterkar stóðir í ferðaþjónustu og fiski og landbúnaði. Þannig að hérna þar eru störf og þar eru sannarlega vaxtar möguleika líka. Og fyrir utan það eru mörg störf í iðnaði líka virkilega hentug fyrir konur. Það var byggja hér höfn og bora Vaðlaheiðargöng. Hvaða þýðingu hefur þetta? Já, Vaðlaheiðargöngin verða vonandi klár fljótlega og svo verður borað hér í gegnum höfðan líka, þannig að það er nóg að ganga gerð. Þetta hefur gríðarleg áhrif á tækifærin til framtíðar. Það hefur verið að búa þannig hnútana hérna sé svæði sem að muni teljast hentugt fyrir uppbyggingu smærri og millistóra iðnaðarfyrirtækja. Og lóðin á Bakka er feikistór fyrir ýmislegt þar til þess að þróast. Þú talar það í ræðunni að ungt fólk sé því miður í auknum mæli að sjá tækifæri annar staðar. Heldur að þetta muni hafa bein áhrif á það? Ég er alveg sannfærður það að þetta muni hafa bein áhrif á það að fleira ungt fólk sé tækifæri í því að flytjast hingað og ekki endilega einmitt bara beint í tengslum við þetta, heldur bara það sem að kemur líka svona afleitt tækifæri í þessu. Hvað finnst þér framkvæmdirnar á Bakka sem nú eru formlega hafnar? Mjög jákvætt. Að hvaða leyti tilur þetta sé jákvætt fyrir svæðið? Mjög fyrir bara byggðarlagið og bara nærsveitirnar, bara upp á bara alla uppbyggingu. Sérðu einhverjar neikvæðar hliðar á þessu? Nei. Hvað finnst þér nú eru framkvæmdirnar á Bakka hafnar, hvað finnst þér þessar framkvæmdir? Ég er eiginlega bara mjög jákvæð fyrir þeim af því að, þú veist, meira mannlíf í bæinn, fleira fólk, verður svona meira líf í bænum. Eru einhverjar neikvæðar hliðar að þínu mati sem þú sérð? Já, þetta er náttúrulega, þú veist, ekki það umhverfistu vænasta kannski, en mér finnst þetta samt vera meira gott heldur en slæmt. Nú var formlega opnað fyrir framkvæmdir á Bakka í dag. Hvað finnst þér það? Bara jákvætt. Bara gerir örugglega gott fyrir bæjarfélagið. Að hvað leyti heldur að Húsavík og nærsveitir græða þessu? Þetta náttúrulega býr til hellingsatvinnu og bara fá fleira fólk í bæinn og eitthvað svona. Sérðu einhverjar neikvæðar hliðar? Já, ég meina eins og núna, þetta er ekkert fallegt að horfa yfir þetta en svona drullupollar og svona en þetta til lengst tíma þá er þetta örugglega bara flott. Nú var formlega opnað fyrir framkvæmdirnar á Bakka í dag. Já. Hvað finnst þér það? Bara fínt. Heldur þetta muni hafa jákvæð áhrif hérna á svæðinu? Já, ég er alveg viss það. Að hvaða leyti? Ja, jeg held at der kommer flere folk i vindu og at þessi folksfejkon som hefur verið í mörg árum má svona snúast við. Það er það sem er mikilvægast, finnst mér. Hvað með neikvæðar hliðar? Eru þær einhverjar að þínu mati? Það veit ég ekki. Það verður auðvitað. Þegar það kemur svona margt aðkomufólk og svona, það kemur kannski í vandamálin, það er bara spurningum að leysa vandamálin. Ég er ekki hræddur fyrir það. Nú var formlega opnað fyrir framkvæmdirnar á Bakka í dag. Hvað finnst þér það? Það er bara jákvætt skref í vonandi góða þróun og góða átt fyrir samfélagið. Hvaða jákvæðu hliðar sérðu á þessu fyrir samfélagið hér og nærsveitir? Aukin atvinna náttúrulega fyrst og fremst. Er einhverjar neikvæðar hliðar að þínu mati? Eflaust náttúrulega mengun og annað sem fylgir sem er alltaf talað að sé umhverfisvænt og allt rannsakað en hvað vitum við? Þetta kemur í ljós. Við viljum bara horfa á þetta björtum augum, það er ekkert annað hægt. Ég er bara afar glaður og bara stoltur af því að þetta sé orðið að veruleika og við gerum okkur auðvitað vonir það að þetta verði mikil lyftistöng og hvatning fyrir samfélagið okkar hérna allt og ekki bara hérna heldur bara allt samfélagið sko. Og þá það neikvæðar hliðarnar. Eru þær einhverjar að þínu mati?
Nei, ég tel ekki að sjönnina neikvæðar hliðar ef menn bregðast við þessari atburðarás allri og atvinnu uppbyggingunni með jákvæðum huga og reyna að mæta henni og læra af því sem að sumstaðar hefur átt sér stað tengt stórum verkefnum, læra af því og lenda ekki í þeim erfiðleikum sem þar hafa átt sér stað sumir. Ef menn gera það, þá er mann að geta mætt þessu með jákvæðu og mæta því með jákvæðu hugarfari og opnum hug og tilbúin til þess að takast á við framhaldið á málinu. Það var ekki fleira í þættinum að þessu sinni. Verið sæl.